Góðan dag og velkomin í Gunnhann Brassar. Gunnlaug Hannesdóttir heiti ég og ég vinn og hanna undir merkinu Gunnhann. Þið finnum mig bæði á Instagram og Facebook undir því nafni. Það er svolítið langt síðan að ég setti út seinasta þátt. Vorin er alltaf svolítið svona, það var svolítið mikið að gera í skólanum og svo leiðis og einhvern veginn, ég veiktist þarna á einhverja viku, hálfa mánuð og svona þannig að það var nú ekkert mikil orka til þess að vera að taka upp og ganga frá þættin. En allavega, hingað er ég komin og þessi þáttur er viðtalsþáttur. Ég fór í heimsókn til Önnu Silvu. Það er kona sem er að hanna ýmiss konar skart og fleira. Og við höfum eftir að sjá það hér á eftir. Þau verkefni sem hún er að vinna að. Ég hitt hana í Hafnarfirði á Garnivali. Þá var hún þar að selja vöruna sína og ég heillaðist svo af hálsmenninu þannig að ég keypti hjá henni. Og ég keypti sem sagt þetta hérna, hálsmenn. Og hún á eftir að tala betur þetta hálsmenn núna á eftir. Nema hvað, svo viku eftir Garnival að þá hélt ég upp á afmælið mitt og þá fékk ég annað svona hálsmenn í afmælisgjöf og frá vinkonum mínum. Mér finnst þetta svolítið skondið, nýbúin að sjá þetta að þær skuli hafa líka reykist á þetta og ákveðið, heyrðu, þetta er nú eitthvað fyrir Gunnlaugu. Eitthvað svona skart sem er prjónatengt. En ég skipti því hálsmenni og fékk þá svona auka hluti til þess að setja bæði í hálsmennið og svona. Það var mjög gott að koma til hennar Önnu Silvu og hún tók svo vel á móti mér og það var svo gaman að spjalla við hana. Hún hafði frá mörg að segja og þessar vörur sem að hún er með, þær eru alveg einstakar. Þannig að ég mæli alveg með þessu að þið kíkið svolítið á þetta. Ég er svona ennþá að reyna að finna út hvernig best er að taka viðtölin. Þegar ég kom til hennar þá var hún búin að leggja vörurnar sínar þarna á borðið og þannig að ég ákvað að halda bara á símanum þannig að ég sést ekkert í mynd og svo þegar ég fór að skoða þetta að þá var þetta svolítið svona, ég var að setja myndavélina á vöruna og ég fór að setja myndavélina á hana. Þannig ég ætla að vona að þetta sé ekki of mikið, vera að fara svona mikið á milli. Þannig að þið verðið bara að sjá ykkar af þessu. En ég held að þetta hafi alveg sloppið. Það er alltaf erfiðara að vera með símann í höndunum og reyna, ég var að reyna að passa mig að færa þetta bara hægt og rólega og svona og svo er á tímabili svolítið skrítið hljóð, það kemur eitthvað suð þarna, eitthvað sem ég veit ekki út af hverju gerist en það hætti svo, þannig að bara afsakið það. Ég er ekki alveg sú besta tæknimanneskja þannig og ég er svona að finna út úr þessu, komið með nýjan síma og vera að finna bara út úr þessu öllum. En allavega, hér kemur talið við Önnu Silvu og bara góða skemmtun. Já, Anna Silva, hérna erum við komnar til þín, eða hérna er ég komin til þín. Já. Til þess að fá aðeins að heyra frá línunni sem þú ert búin að hanna, svona skartgripalínu. Já. Og línum, það er ekki bara ein, það eru tvær. Já. Þannig að ef þú myndir kannski svona það eru fleiri. Já, fleiri. Auðvitað. Já. Þetta er perlan mín, prjónaskartlína. Já, ok. Og hún, má segja, fæðist út frá því að ég var alltaf að tína allum smáhlutunum og svo er ég bara fagurkeri fædd þannig að mér langaði að gera eitthvað í þessu. Já. Og því að upphaflega þá hannaði ég Silfa Collection. Ef við kannski að byrja á því, það sem þú ert að gera fyrst og svo. Það er eiginlega byrjan. Já. Ég byrja á Silfunni eins og við köllum hana heima. Já.
og ég heiti Anna Silva. Silfa, hvort það ekki er rétt. Já, ok. Þeir segja fyrir norðan, Silfa. Já, Silva Já. var, í rauninni, sko, þegar ég var lítið stelpa, þá var ég kölluð Silla litla. já, ok. Þegar amma var kölluð Silla. En Silva hét hún. sagði Já. hún. En hérna, já, ég sem sagt fæ þessa hugmynd af því að ég er svo margar handriðskonur sem spá mikið í gömul munstur og hérna, og þjóðbúningurinn, það var eiginlega þannig að hérna, amma mín, hún átti svona búning Já, og hérna, og mér langaði bara eða hugmyndin kannski kom út frá því, þannig að ég fór að skoða stokkabelti og fekk hugmynd út frá stokkabelti. ok. Og þannig kom þessi lína. Munstrið er sem sagt frá stokkabelti frá 16. öld og þjóðminjasafnið varðveitir það belti. Já, já. Þannig að ég fór í samstarfi þá, fekk að taka myndir af beltinu Já, og útfærði síðan eins og hægt var að gera úr læknastáli. ok. Og þetta er sko, sem sagt svona skurðstofu læknastál Já, sem er það besta sem Já. þú færð í stálinu. já. En nú eru kannski einhverjir sem vita ekki hvað stokkabelti er. Já, ok. En það er beltið Það er- sem er á þjóðbúningu Já, sem er, og þar eru stokkar. þá eru svona, Þannig að þetta er einn stokkur Já. úr beltinu. já, einmitt. Og í framhaldi af þessari línu, að þá hannaði ég, sem er í rauninni silkjan, á stokkabeltinu. Já, einmitt. Og í eyrnalokka og í hálsmenn sem er svona 5 hlekkir eins og þetta, ég Já. var með það hér. Já, En nú var ég að koma með bara í vikunni, sem sagt einn hlekk. já, En málið er að, sko, þetta er leysiskórið já, og þess vegna næst munstrið svona fallega. já, Og margt svona skart hefur alltaf verið steift og það kemur alltaf öðruvísi út. já. Að mínum að finnst mér, þetta er náttúrulega bara kannski nýja. Nýja aðferðin. Nýja aðferðin. Já, Þannig að, og ég er með hana í hérna silfurlitnum og svo er þetta 18 karata gullhúð. já, Og þetta er gullhúð. já, Vinur minn er gullsmiður og gat leiðbind mér já, að þessu leiði. En þetta er svokölluð harðgilling og hún er sko 8 sinnum sterkari heldur en svona hefðbundin gilling. já, ok. Þannig að þessi gilling, hún er alveg bara endastæðin. Þau eru alveg komin til að vera. Já, og í næstu kynslóð. Já, En svo er eins og stálið hérna, það er hápólerað já, og það er engin húð á því. nei, Og í raun og veru, sko, gæti maður að fara með þetta í sund. ok. Og hérna, Það er ekkert að falla neitt á þetta. það fellir ekkert að, nei. Nei, Og hérna, ég sjálf var með svona hálsmenn í heilt ár og var með sturt og svona. já, Liturinn dökknaði örlítið já, og hérna, en svo þarf maður náttúrulega eins og með allt skart, maður þarf náttúrulega bara að þrífa já, það já, og einmitt. þetta tekur í sig fitu Já, og svona fríska það. já, akkurat. En svo ertu með þarna armbönd, segi ég. Já, armböndin komu út frá, ég er náttúrulega með mína barstrú og þetta er líka læknastál og þetta er faðirvorið. Já, sem er greift þarna í. Já, og þetta er 10 mm breiddin á þessu og svo er þetta 6 mm. Já, Og hérna, og það er svona gestaþrætt til að sýna þér. ok. Það er örugglega gaman í fermingarveislunum að sjá hvernig þetta er opnað. En þessu er bara þrýst, sér það kemur svona ell hérna Já, og bara þrýst niður ok, til þess að, já. Og svo smellist það bara. og svo smellist það saman. Heldur sér náttúrulega bara mjög vel. Já,
Og þetta ég með nokkuð stærðum. Já, einmitt. Og fyrir næstu vertíð í þessum, að því ég kallaði vertíð, það Já, fermingarnar einmitt. og reyndar aðeins útskriftirnar núna, Já, að sko ég með 17 cm og 18 og svo fyrir næsta ár mun ég koma með 19 cm. já, En svo ég með 21 af því að flestir stóri menn fá aldrei armbönd nei, á sig og þess vegna ákvað ég að taka það fyrst. já, já, Síðan, sem sagt, í framhald af þessu þá, Já. náttúrulega, af því ég svo mikið prjónari já, og hef gert alls konar handverk, að þá fæðist hérna perlan mín, að ég var svo mikið perla. já, Og þannig kom nú eiginlega nafnið, sko. já, einmitt, á línunni, Já, þú svo mikið perla, og sem er eitthvað sem er já, sérstakt já, og akkurat, fallegt. akkurat, Þannig að þetta er svona lína sem að kannski ekki allir átta sig á, en það er hægt að tengja saman allar keðjurnar. Þannig í raun og veru er þetta hérna bara löng keðja, svona, og festingin er hér. já, En svo fylgir með, þegar þetta er keyrt, þá fylgir með eitt svona gaur. Og hann er hugsaður, sko, af því það er hægt að vera með þetta skart, þetta hálsmen, já, og ýmsa vegu. já, einmitt, Það er ekki bara eins og það kemur úr pakningu. nei, Það er hugsað að hver og einn geti svona leikið sem með það já, og þú veist, gert það svolítið að sína. já, ég sé eins og þú ert með, og það Já. var það svona yfir, Ég dett svolítið í það að vera með þetta svona já, yfir og þegar ég er í svörtum kjól Já. og stundum setja hérna 3 perlur eða. já, Og svo er annað með lokkana, sko ég svo sína hér, eða sem sagt lykkjumerkin. já, Að það er líka hægt að breyta þeim. Raða þeim saman. já, Þá tengja það saman þannig að já, perlan falli inn í þarna ertu búin að tengja þá, 3 lykkjumerki. já, Eða 3 er þetta. já, Málið er það jákvæð að þeir eru seldir stakir. Já. Þannig að maður gæti safnað. Alltaf gaman að safna já, eitthvað. já, Fallegu. En sem sagt, en þetta hugsaði ég að hérna, þetta er sko prjónamál. þetta er nefnilega prjónamál, Byrjar hérna í 2 millimetrum já, og svo er þetta bara allt þar á milli já, og upp í 10. Þetta er festingin á hálsmenninu og það er ástæða fyrir að ég gera þetta svona. Það er af því að sko, það fylgir með svona perla sem er 8 mm hringurinn ok, og perlan er 10. Sér hún er stærri heldur en perlan er stærri heldur en á lokkunum já, til að aðgreina já, og líka þessi er þá fyrir minnstu prjónana. Maður á það allavega eitt. já, Seinna mun ég komið með þessa stærð. já, Það bara gerist allt já, svona. já, já, Allt og rólega. já, því þetta er þá eins og prjónamerki og Já. þá er þetta fyrir fingirarprjón og þá er þetta og svo hitt fyrir grófari, já, Já. Ekki það mér finnst þessi bara passa við já, allt. já, Og þetta er upp í 10. og það má alveg vera sko, þú veist, einmitt laust á það er ekki, þú veist, það er bara betra eiginlega að það sé, Þetta er bestu lykkjumerki Já, sem það ekki. ég hef notað. já, Því að hérna, maður getur bara tekið af og klipið þau, já, þú veist, hér og já, það sem já, ég- já, einmitt, af því að þú getur opnað þau, þú Já. veist, þau er ekki, þú þarft ekki, þú getur tekið þó þetta sé í miðri umferði, þú veist, á miðjum Já. prjónunum Já, og þá getur alltaf, nákvæmlega. já, En en, hugmyndin á baka þetta er svo að þessi er mjög örugg og ef maður vill tengja saman keðjur til að því við konurnar erum bara mjög stórar já, einmitt, og ekkert eitt hentar bara öllum þannig að ef maður skilur að þurfa að henda öllum. Þannig að
þá þetta hugmyndin, ég tek silfrað svo Já, svo sjá munin, sko, já. Að þá nota ég þennan til þess að tengja saman klæðunar. Já, Og til dæmis ég með þetta svona á mér. Já. Ég er með armbandið sem líka prjónamál. já, Með það tengt við, svo ég Já. náði því hérna. já. Þannig að, þú veist, þetta hálsmenið, svo kemur armbandi hérna, búin að Já. tengja það saman, þá er þetta orðið lengra. Það er þetta lengra. Og svo komin ný keðja sem hún 53 cm og nú fæst þessi keðja stök. Já, Og það að koma. já, ok. Og þetta selt sem hálsmenn. Og hérna, það eru 34 sískondsteinar Ok, og þeir eru svona A sem mikil gæði. já, Það eru upp í 5A og oft konur ekkert að spá í Nei, gæðin, það nei, er bara einmitt. sirkon. já, En það er alveg munur þarna á milli. já, En það er náttúrulega eftir því sem meiri gæði, Já. því meiri kostar. já, En svo hér hálsmenn sem líka framlenging. Þannig að kannski stærri konur, já, þær myndu vilja eignast þessa keðju já, til þess að geta sett svona Já. á skál. setja svona einmitt. Að því ég sé það alveg í hendi mér að þetta myndi aldrei fara utan mig til dæmis. Nei, þú þurfti En, að taka já, þessa. já, En þá fekk ég þetta getur hentað öll. já, akkurat. Þú veist. Þannig að, en fyrst kom ég með sem sagt þetta og ég hannaði þetta box hérna. Þetta er uppáhaldsboxið mitt. Því að sko, það kemst allt í það. Já, Bæði öll línan, já, perlan og síðan bara allir aukalutir sem að við erum að nota. Já. Þegar við erum að prjóna, hekla Já. eða annað. Og þetta gerði ég að því ég ferðast töluvert og ég var alltaf einhvern veginn með þetta út allt. já, En nú er þetta alltaf á einu stað. Já. Og málið með það að þetta, þú veist, þó þetta sé eitthvað svona í haug og svona, þetta er ekki að rispast. nei, Þetta er alveg bara út ekki rispast og ekki flækjast. Nei. Og annað, þetta er allt svona, eins og gullsmiðurinn segir, þetta er allt svona punkterað, þannig að þetta er svona sérsúðir. Já, Ég prjóna nú mikið upp úr móher, já, það festist ekki. það festist ekki, nei. Þannig að það er vandað til verka. Já, En svo kemur, sko, þetta hálsmenn, eins og þetta er selt í dag, þá kemur þetta hálsmenn bara svona. já, En núna býðst þetta stakt og þessar eru til stakar, Já, 5 já. cm. já. Já, þarna er líka mæleiningin þá, 5 Já, cm, einmitt. En þessi því miður verður ekki seld stök. Nei, Það er bara framleiðslan er þannig. já, Það er bara, það verði að gera. já, akkurat. Þannig að núna getur maður kessi stakt svona Já. og stakt. Þannig að hérna er sem sagt, hérna er sentimetranir upp í 5 og svo er þetta bara svona slétt hérna aftan á. Já, En svo er hægt að kaupa þá hálsfesti og þá er það með með sirkusstein. Sirkoninu. Já, það er í sem sagt silfurfulli, 18 karat gullu húðinni. En svo sá ég líka að hérna, eins og með þetta, að það, svo er hægt að gera meira úr því. Já, Eða þú veist, að setja svona fleiri auka hluti. Já, það er hægt að tengja í rauninni hvað sem er og draumur minn er að koma með fleiri hryggjumerki, Já, aðrar útgáfur. já, Þannig að maður getur skrifað sig að vild. já, En svo er með hálsmennið sko að hérna, það er ekki, ég ætla að sýna þér hvernig er hægt að útfæra það. Það er ekki bara þessi á einn meg. nei, Málið er að ég passa mig að ég á það til að týna hlutum og Já. þá set ég þennan alltaf svona aftan á, já, geyman svo hann fær ekki á flakk já, og já, auka hérna já, stykkið, svona já, aðal já. sem tengir keðjurnar Já, og svo fylgir með sko þessi og hann er nefnilega svo sniður til þess að sko
tengja saman Já, og þá hálsmenni komið allt annað lúk. já, Maður er kannski ekki til í að vera með perlur alla dag. nei, Þannig að, já, ég skil þig. og þú veist, þetta hút var allar máta. Já. Þess vegna settu þetta sem armband, þú getur sett það sem, sko, hérna svona tjókari, Já. talaður Setja kannski 2 eða 3 hringið þarna utanum hálsinn og bara svona. útfært eins Já, og þér finnst já. skemmtilegt. Og svo getur líka þá sett þá, að það fylgir ein perla með, en svo Fylgir ein getur perla sett, með. sko, þú gætir fest svona við og Já, fest. þú til dæmis hérna, þá getur þú sett á endan svona eða perluna. Haft svona síða og þá eina perli bara. Já, einmitt. Þannig að svolítið hugsa svona Já. að þú getur gert þetta að Já, þínu. já, Og ég hugsa þetta líka, ég vildi ekki binda hálsmennið í sko, ég vildi ekki binda það perlina fasta, það Nei. er allir sem að finnst perla falleg sko. nei, einmitt. Þannig að ég er svona að reyna að höfða þá til allra Já, með því að hafa þetta svona, hvað sem að, fjölnota. já, einmitt. Fjölnota nýtjaskart. Sjáðu. Maður getur krækt þessu sko hvað sem er. Já, Hvort sem að í hringinn eða eða í klæðin á milli. bara í keðinu. Þannig að maður getur bara, já, sé, hvað sem er. Já, akkurat. Þannig að, og svo sem belti, Já, af því þetta er allt sérsoðið, að þá getur maður haft þetta sem svona skrautbelti. já, Og ég er að sjá það er að koma bara mikið inn já, í tísku. já, En svo sko umbúðirnar, já, við tala um það eins, af því að ég útpældi það líka, að allt í silfurlitnum það kemur í svona byttu. já, Þetta eru umbúðirnar sem að ég hugsaði að þetta nota áfram. já, Og þá er svona grátt Ok. í stíl við hálsmenni þetta. já, Það er alltaf stíl. segðu. Og hérna gilda með svona bleiku. Já, 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 já. Og svo passar þetta akkurat svona onni ef þú átt boxi. Já, Og þá getur þú farið að aðskilja meira. já, einmitt. Og ef þú átt svo kannski mæleiningarnefni eða menið þá, þú veist. Já, En það tekur alveg ótrúlega mikið þetta box. já, En svo er ég farin að bjóða búðum sem eru með sigfulínuna. já, Og þá hef ég, þú veist, af því að ég er farin að selja til pörum líka. já, já, En því perli, þeir sem lokkar þetta bara dásalega þetta lokkar. já, Og gaman að einmitt að breyta þeim svona eins og þessu. Og að tengja þetta svona saman. Þú veist. Manni vantar aldrei lykkjumerki. nei, ekki þú átt svona. Ekki þú átt svona. En þú ert að selja þetta í, þú veist, í einhverjum búðum hérna, eða, Já, það er hérna, í Reykjavík er hérna Amma Mús. Hún er með alla línuna í Amma Mús. já, Og stillir þessu mjög svona fallega fram. já, Ekki það hinn að gera það líka, Já. en hún er með alla línuna. Já, Hún einmitt. er með boxinn og allt það. já, Og svo er storkurinn, hann er með stóra hluta á Mhm. línunni. Mjög fallegt líka með henni. Og svo er hún Edda-Lilja. Já. Og já, hún er með líka sína allt nema boxinn. já, Og svo er náttúrulega netverslanir Silfa.is. já, En síðan eru verslanir eins og á Stykkishólmi og í Mosfellsbæ. Það er opnaði ný verslan fyrir jólin. já, Og síðan er Garn í gangi á Akureyri. Og svo er Snorrastofa. Þannig að Snorrastofa upp í uppi Borgarfirði? Borgarfirði. Já, 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 skemmtileg já, verslan. já, ok. Þannig að þú ert svona, já, þannig að þú ert svona að vinna í því að fá þetta inn í fleiri búðir og þannig að Já. sem fólk getur Þetta, nálgast þetta. já, það er mjög skemmtileg. Ég hef ekkert verið að flýta mér. Nei, Ég bara gert þetta svolítið bara eins og þetta kemur já,
og svo var ég Vorhús, hafði nú bara samband við mig í dag eða var að ákveða á Akureyri og þær eru að fara að taka inn Silfuna og voru að bjóða mér að koma í þessi nóvember, minni mig, þá verður eitthvað svona hátíð á Akureyri og það voru að bjóða mér að vera með kynningu hjá sér þar. Ég þáði það bara, það verður bara mjög skemmtilegt. Og það er líka sko að þetta er vara sem að maður þarf kannski að fá smá kynningu á. Eða þú sér þetta og en þarfst að fá að vita hvernig virkar þetta, að þetta séu prjónamál, að þetta séu prjónamerki og það er hægt að setja þetta saman alla vegana og svona sko. Og ofta er maður sko, ég hef séð konur með hálsmennu og yfirleitt sé ég það með það eins og það kemur úr pakkinu. Að því kannski þær hafa ekki vitað og enginn sagt hvernig í raun og veru á að leika sem þetta er bara dót fyrir okkur stelpurnar. En það hefur fyllt með sko svona spjald og aftan á þeir náttúrulega sýnir það sýnir þessa útfærslu sem ég var að sýna arbandið sko og hérna á hlið en ég skil það vel, þú veist, maður er kannski ekki alltaf að spá þetta, manni finnst það bara fallegt eins og kemur og þá er það bara vaninn. En þetta er svona að vekja athygli líka erlendis. Það er mjög spennandi. Já, mér finnst það rosa skemmtilegt. En þú veist, ég tek þetta bara í svona, mamma sletta, baby steps. Og eins og sagt er góðir hlutir gerast hægt og allt það sko. Ég byrjaði, það er 4 ár síðan ég byrjaði með Silfuna. Og en aðalmáli finnst mér að hafa gaman. En þú ert búin að hafa þetta þá hvað, 1 eða 2 ár? Sko, ég hannaði þessa línu bara síðastliðið vor. Kom með hann á markað bara í september. Þannig hlæn í svo leiðis. En ég náttúrulega notfæri mér sko, þegar ég ferðast með manninu mínum, þá notfæri ég mér að fara í prjónabúðir erlendis. Og svo ætla ég að fara... Og ertu þá að meina til að, og kynnir þeim þá þetta? Já, ég fer bara heimsóknum prjónabúðir og sýna þeim spjaldir og spjalla við þeim og þetta. Og ég fór til dæmis til Portúgal og mér fannst þær bara ekki skilja þetta sko. Það var ein verslun sem var svona, að okkur finnst svona bara alveg prjónabúð og hún var nýbúin að opna og hún var það ný að sjónvarpið var að koma og taka viðtal við hana því þetta var svo nýtt. En svo fór ég í hefðbundna prjónabúð og þar er allt bara bakvið, sko, það er bara afgreiðsluborð svona í þetta er bara svo hús á slettunni. En það er skemmtilegt. En svo er ég að fá, ég dætti hana ljóðtöskur. Alveg rétt. Ekki nóg að hanna bara þetta og sjá þessa vöru, heldur það þarf aðeins að finna eitthvað nýtt. Eitthvað meira. Og þá er, Þetta er hún Þúfa. Þetta er Þúfa. Ég ætla ekki að opna hana, þetta er svona prototípa, þannig að hún er ekki alveg eins og hún að vera inni. En þetta er nautsleður. Og þetta er ég að vinna með fyrirtæki á Ítalíu. Og þeir vilja meina það að besta leðri komi frá Ítalíu. Ég ætla ekki að segja. En ég er búin að vera að druslast með hana núna í 2,5 mánuð. Og nú er ég að fá fyrstu sendinguna af Þúfu bara viku 10 daga. Þannig að þú ert búin að pröfukerina þannig og ert búin að sjá að þetta er alveg að virka. Já. Og ég fekk pröfur fyrst og svo lét ég hanna, eða sem sagt ég lét gera þessa tösku fyrir mig og svo finnst mér, ég get ekki selt neitt nema ég veit að það sé gott. Nei, akkurat. Og það er einmitt. Og þessar, svo lét ég gera svona silkipappír í svona, þetta kemur allt svona smá saman. Og það er búið að merkja þér, Silva. Mér finnst gaman að falla umbúðum. Þannig að ég eyði svolítið tíma í að spá í það.
Það náttúrulega það fyrst, sko, að þú ert að panta þetta, þú veist, og færð þetta sendt heim. Já. Svo ert að taka upp pakkan. Já. Hver verða hughrifin? Hvernig, já, akkurat. Þannig að og ég er líka svolítið þar af því það náttúrulega þessi umræða að henda minna og allt það. Þá eins og með perlina, með umbúðurnar. Mér langaði að vera hægt að nota þær áfram. Já. Að þetta væri ekki bara eitthvað sem að færi ruslið. Já. Þannig að það er notagildi þessu. Já, algjörlega. Það er æðislega gott fyrir klink líka. Já. Þegar maður er erlendis, þá er þetta ekki út allt. Já. En ég lét gera svona pappír og það kom til af því að ég fór í silkislæðnar. Já, það er nefnilega, að því ég sé hérna við töskuna að þar er... Já, ég ætla mér að sýna þér hérna. Já. En áður en ég kláraði þá tók ég hérna eins og með bara allt úr Silva Collection eins og við tölum að þá fylgir alltaf svona flauelsumbúðir. Því miður ekki hægt að endurnota nema í eitthvað annars skar. Og svo bæklingur línuna sem að sýnir þá stokkabelti. Þetta er ekki beltið sem að ég... Nei. En þetta er bara hugmyndin. Akkurat. Eins og þú sagði það ekki allir sem vita. Og hérna, svo er hérna Frigg, Freyja, Hnoss og Lof. Já, þarna er alveg línan. Sem sýnir þessu 4 liti. Já. Og eins og við vitum að þá er á Lof sína sögu og hérna Freyja þessar gyðjur. Já. Og þar kemur nafnið að Gersemi. Já, hún er systir Hnoss. Ok. Og dóttir Freyju. Já. Þetta er svona tekið saman. En þá leti gera svona póka sem eru bara æðislegir líka fyrir prjónakonur. Fyrir lítilverkefni. Já, einmitt. Og ef það er gull, þá setja þið gullpóka. Já. Og ég veit að þegar ég gef frá mér að þá oft setja ég bara skreyti hérna inn í rós eða eitthvað. Þá er þetta bara tilbúið sem gjöf. Já, einmitt. Og svo fyrir silfur, segðu hvað ég smámuna svo. Segðu. Úthugsað bara allt. Já. Og svo eru töskurnar, það eru þau náttúrulega komið að sé póka fyrir það. Já. Þetta er náttúrulega rosastór, þetta er lopapeysu prjónapókur. Já. Ég hugst alltaf prjónapókur. Og svo er að koma millistærðin sem verður fyrir slæðurnar. Já. Já, þetta sýnir okkur líka silkislæðurnar sem þú vart að gera. Já, það er sko, málið er að ég ætla að skoða það svolítið markaðinn og ég sem að þærði mikið úr öll og silki. Já. Þá hefur ekki verið boði mórbærja silki hér á Íslandi. Ekki til þess að ég veit til þess. Nei, einmitt. Af því að silki er ekki bara silki, það er til alls konar. Já, það er nefnilega til alls konar silki. Já. Og margir halda að satín sé silki, en það er bara aðferð. Já. En ég á vin og maðurinn minn, æskuvinur hans, hann er svona fuglagúrú, hann er búinn að stúdera fugla og hann er krakki og hann tekur svo fallega myndir að mér fannst á fuglum. Já. Og þannig að ég keypti af honum 5 myndir sem að ég er að setja sem safn. Já. Og ég hugsaði þetta, fyrst fór ég að hugsa sko ástíðarnar. Og svo datt mér í hug Dóri, hann með fugla. Það væri sniðugt að hafa sumarfugl, haustfugl, vetrarfugl, eins og rjúpuna. Já, rjúpaði vetrarbúning. Já. En mölbærisilkið er náttúrulega sérstakt af því það eru miklu lengri þræðir í því silki. Já. Svona venjulegt silki sem er yndislegt, það eru styttri þræðir í því. Og þess vegna segja þeir sko að það er meiri ending í mölbærisilki eða mórbærisilki. Og það er náttúrulega, það er bara dásamlega fallegt. Glansinn á því og
bara hvernig það er. Og svo að því kom við þess að slæða þarna áðan, Já. þetta er bara þykkt og veglegt, þú veist, þetta er Já. ekki, að þú, já, ég segi aftur, silki er ekki bara silki, Já. það er til náttúrulega í mismunandi gerðum og þyktum Já. og allt það, Einmitt. en þetta er ofsalega veglegt og Það sögðu mig, fallegt. takk fyrir það sögðu líka við mig hérna framleiðandi sem er í Kína, af því að silkið kemur náttúrulega frá Kína og mér fannst ég verða að fara þangað Já, til að fá já, ekta. Og en það sögðu við mig að ég yrði að hafa á svona designer pieces, þá yrðum að hafa besta. já, Þetta er það besta. einmitt. Og hér er lóan Hérna er lóan. og þessar slæður eru, sem sagt, ég kom með þessar 2 myndir og var bara að panta í morgun hina 3. Já, Og en þær koma í 90 sem 90 og 65 sem 65 já, sem er svona meira klútur. já, einmitt. En ég lét gera á örfáar sem eru 1,30 sem 1,30 Já, en þær eru bara of dýrar í framleiðslu. já, Það eru náttúrulega þungar og mikið já, einmitt. og ég held að markaðurinn sé ekki að taka við því. Nei, nei, En það eina myndirnar eru þess að það er kría og ég valdi það af því að myndin er með sólblómum. Hún er svo gul og já, saumalega já, falleg. einmitt. Af því þegar þetta er komið hálsinn þá er maður kannski ekki beint að spá í myndina beint. Nei, akkurat. Og hin myndin er auðnutitlingur. Og myndin er svona með bleikum blöðum og grænum. Já, Svona já, haustlitirnir já, með svona litlum fallegum auðnutitlingar já, á miðunni. já, einmitt. Og svo er ég að gera lundan. Já. Þá er ég að hugsa túristana. Já. Já. Það verður að vera líka lundi með. Lundin verður að fá. Já, Hann í raun og veru, sko ég hugsa alltaf vestur því ég var alltaf í sveit fyrir vestan já, í Örlygshöfninni í Efritungu og þar fór maður alltaf á Bjargir og þar er lundin. já, Þannig að ég tengi sjálf Já. mikið við lundan. akkurat. En ég svona bara reyna að gera það sem ég finnst skemmtilegt. Já. Og leifir öðrum að njóta líka með. Já. Þetta er ofsalega fallega vöru hjá þér enna. Takk fyrir. Það Það verður alltaf svo, ef maður heyri það. Nei, ég held ég sé búin að segja þess. Já. Jú, svo er ég reyndar með bíkjör, sko. Nú, Af því ég elska textíl já, og silki Já. og ull. Og ég datt niður á svo skemmtilega, bara, sko ég datt í draumabott. ok. Og það er Milla, svona vefnaðar, eða sem sagt, hvað maður segir? Það er Vefstofa eða Já, eitthvað vefnastofa, já. og þær eru sko að vefa á bekki, kallast ekki bekkir? Jú, Já. eða Sem- vefstóla. Já, vefstólar, sem eru síðan 1700 og Já. eitthvað, 1730 og eitthvað. Og þeir eru sko hrikalega stórir Já. og þeir eru alveg upp í loft og snúa svona í loftinu. Ok, Og það sem þessi Milla býður upp á er að hún leyfi mér að vera hönnuðurinn. Það er bara að gera fyrir já, mig já, eins og ég vil. Einmitt. Ég er þarna komin í eins og í garninu að blanda saman já. og Litum litum og stærðum og formi já, og, já, og einmitt. þetta. Og hversu þétt er ofið Já, og allt það. já. Það er spennandi. Það er mjög spennandi. Mér finnst það æðislegt. En ég kannski bara fæ að tala aftur við þig þegar þú ert komin á stað með það. Af því Já, að bara vör er velkomin. náttúrulega bara það besta, sko. Já, Eða þetta eitt af því bara, betra. það er allt svo skemmtilegt, sko. Ég er gaman að bara allir sköpun Já, og hönnun Já, og bara, ég veit að, ég segja núna þegar maður er orðinn aðeins eldri að auðvitað á maður bara að láta vaða. já, Það gerist ekkert öðruvísi en að láta bara vaða. já,
ef maður getur og hefur tök á. Akkurat. Það er líka. Já. Náttúrulega. Já. En heyrðu annars alveg, bara takk kærlega fyrir að leyfa mér að koma í heimsókn og sjá allt þetta fallega sem þú ert að Takk að þér að koma. gera. Endist þetta spjalla við þig. Já. Og bara gangið þér vel. Takk fyrir. Já, það var gaman að koma til hennar og sjá allt þetta fallega sem hún er að hanna og selja. En það var svolítið skondið, það er svolítið síðan að ég fór að spá í mig langaði svolítið í armband. Eitthvað svona sem væri einhverjir hlekkir eða eitthvað svona ekki of fínlegt en ekki samt of grottað. Þannig að ég var svona að spá á kannski að ég finni eitthvað sem hægt væri að gefa mér í jólagjöf næstu jól eða eitthvað. Nema hvað? Sá ég þá ekki þarna hjá henni armband sem að bara uppfyllti allar mínar óskir. Og ég náttúrulega bara keypti það. Og mér finnst þetta æði. Þannig að ég hef eftir að nota þetta mikið. Og líka þegar þetta er svona unnið upp úr gömlu búningunum. Vonandi verður ekki eins langt að bíða næsta þáttar eins og var núna á milli þessa og seinasta. Það er ýmislegt svona sem að ég get farið að sýna ykkur og segja ykkur frá. Og jafnvel bara kemur í næstu viku. Vonandi. Ég held að ég sé að komast í stuð aftur núna. En allavega, takk fyrir að horfa og við sjáumst í næsta þætti.